ég var raun ekki að spyrja sko stjórnvöld, erum við hætt við orkuskiptin? Ég var bara að spyrja, þú veist, út í salinn, bara almenning, erum við sérst hætt við orkuskiptin? Og það var bara þér að segja allt vitlaust. Ég fór hérna í nokkur útvarpsviðtöl og blaðviðtöl og ég fekk bara haturspósta bæði í vinnuna og Messenger og þú veist, það er ekki vinsælt í dag að vera með einhverja svona boð og bönn. En ef að við höfum það aðeins svo gott, þá er heldur ekki hægt að vera bara með hvata, af því að við erum búin að reyna það. Umhverfisáhrifin af ferðamannaiðnaðinum með því að allar þessar flugferðir og allar þessar túrista og hérna keyrslu landið og þannig hefur ekki mátt sko snerta á með töng, finnst mér. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál, og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað er að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti er hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Sæl Eyrún og velkomin í Plan B. Takk fyrir að bjóða mér. Til að byrja með, geturðu kynnt þér aðeins sagt okkur hvað þú ert og hvað þú gerir hjá Orkusetri? Þú ert verkefnastjóri og Orkuseturs, er það ekki? Jú, passar. Já, ég heiti Eyrún G. Káradóttir og ég er líffræðingur að mennt og tók svo master í menntunarfræðum. Þannig að ég var í dálítið tíma að kenna umhverfisfræði og vistfræði og náttúrulæsi hjá í Menntaskólanum á Akureyri. Og svo færði ég mig set og var að vinna hjá Vistorku sem er félag sem að Norðurorka og Akureyrarbær svona eiga og vinnur að umhverfismálum og orkumálum hérna á Norðurlandi, svona Norðurlandi eystra, aðallega á Akureyri en líka hérna aðeins í kring og svo í fyrra þá sótti ég þessa stöðu hér sem er þá í sama húsi, þannig ég færði mig hérna bara niður eina hæð, misti reyndar útsýnið, en er sérst komin núna hjá Orkusetri og Orkusetri er bara að vinna meira náttúrulega bara fyrir ríkið, þú veist, fyrir allt landið og það erum við meira í orkuskiptunum og orkunýtni og sparnaði og svona loftslagsmálin frá þeim vinkli, meðan að í Vistorku var ég meira í sambandi við kannski neyslu og flokkun og hringrásarkerfi og svo framvegis, en nú er ég meiri í orkumálunum. Þannig að það er svona aðeins breyting. Þannig að ég vinn bæði hjá Orkusetri, þannig að þá er maður að halda kynningar og fyrirlestra og halda út í heimasíðunni með alls konar reiknivélum og reyna svona að þjónusta bara landsmenn í sambandi við, þú veist, bara orkuverð, varmadælur og annað svona orkusparandi búnað og er síðan að halda kynningar fyrir bæði erlenda og íslenska nemendur og svo framvegis. En svo vinn ég líka rauninni fyrir Orkustofnun í sambandi við niðurgreiðslur á rafmagni til húshitunar og olíu til húshitunar því miður, af því að við erum ennþá þar, að það eru nokkur hús sem eru þar. Og síðan og svona þeir sem eru utan samveitna, við erum svolítið að vinna í því og svo vinn ég sem ráðgjafi líka í Orkusjóð. Þannig að þetta er alveg fjölbreytt skemmtileg verkefni sem maður er í og svona fókusin svolítið á orkuskipti. Og þú ert þín starfsstöð er á Akureyri og þess vegna erum við að taka þetta viðtal upp á Zoom. Akkurat. Þú gast ekki komið til mín eða ég til þín, en Orkusetur heyrir undir Orkustofnun, eða ekki? Já, mann heyrir undir tilheyrir Orkustofnun
og hér fyrir norðan er sviðsstjóri Sigurður Ingi Friðleifsson sem var áður hjá Orkusetri. Hann er núna sviðsstjóri hjá þessu sviði innan Orkustofnunar sem Orkusetur í rauninni er undir, sem er loftslags-, orku- og nýsköpunarsvið. Þannig að hann er hérna líka og Axel er hérna sem er niðurgreiðsluna og svo er Ragnar hjá Orkusjóð hérna líka. Þannig að við erum, þó við séum bara 4, þá erum við svolítið fjölbreytta og víðtæka starfsemi hérna. Og mér langaði sérstaklega að fá þig í þáttinn eftir að hafa farið á loftslagsdaginn og þú varst með erindi þar sem þú varst að fjalla orkuskipti. Og við erum búin að vera að spyrja okkur þessar spurningar. Erum við hætt við orkuskipti? Ég ætla núna að velta þessari spurningu yfir til ykkar og ég taka dæmi sendiferðabíla. Fyrir mánuðinum, þessi tala hefur hækkað, skoðaði ég tölfræðina á vef Samgöngustofu. Og þar sá ég að nýskráningar á sendibifreiðum þar sem af ári voru 927 sendibifreiðar. Og af þeim voru bara 7% rafmagns. Erindi þitt var mjög fræðandi og skemmtilegt og bar yfirskriftina erum við hætt með orkuskipti? Hvers vegna ertu að spyrja þessu? Við vorum svona bara hérna í vinnunni farin að velta þessu fyrir okkur sko, af því að maður hefur kannski alltaf haldið að upp að einhverju vissu marki þá myndi þetta bara fara á autopilot, skilur þessi orkuskipti. Þú veist að við þurftum að fyrir einhverju síðan þá var maður svona að samfæra almenning og pólitíkus að loftslagsbreytingar yfir höfuð væri eitthvað sem væri að gerast og við getum haft áhrif á og þyrftum að vinna til að reyna að sporna gegn hlýnun jarðar og þessum bara áhrifum sem það mun hafa, þessar loftslagsbreytingar. Þannig að það var svona það fyrsta sem vinnan sem að fór í, þeir sem voru að vinna í þessum geira, bæði í skólum og hér. Svo er það svolítið sem betur fer og maður er svona þakkláttur fyrir þá afstöðu bara bæði fjölmiðla og stjórnmálamanna á Íslandi þegar að við fáum mikið af bandarískum nemendum hérna og þá finnum maður alveg hvað þau eru frústreruð og langt á eftir af því að þau eru ekki komin á þann stað sko. Þau eru ennþá að samfara og það er ennþá verið að efast alls konar og sem náttúrulega gerir öll verkefni erfiðara fyrir og allan fréttaflutning og allt svoleiðis. Þannig að við erum komin yfir það og þá voru þessar hindranir sem við heyrðum í sífellu. Við Íslendingar náttúrulega erum búin með orkuskipti 1 og 2 má segja því að við erum búin að rafvæðast að langstæðstum hluta eða bara smá hluti á landinu sem ekki er tengdur kerfinu, samveitnum, öllu kerfinu heim til, við köllum það utan samveitna, það eru aðeins upp á hálendinu og norðausturlandi og síðan eru eyjasamfélögin Grímsey og Flatey og síðan er þannig að við erum komið það og svo fórum við til hitaveituvæðinguna. Þannig að við erum, þannig að orkuskiptin okkar snúa nærist eingöngu að samgöngum, hvort sem það er og aðalega þá samgöngum á landi því að það er svona beinni ábyrgð okkar. Og þannig að við erum með svona mjög afmarkað verkefni, þannig að maður haldið að væri kannski þá auðveldara. Og því ég fór svona yfir það sem við erum búin að vera að heyra síðustu ári samvættu hindranir, af hverju fólk er ekki að taka þátt í orkuskiptunum og ég var raun ekki að spyrja sko stjórnvöld, erum við hætt við orkuskiptin? Ég var bara að spyrja, þú veist, út í salinn, bara almenning, erum við hætt við orkuskiptin? Af því að þessar hindranir sem ég fór yfir, það hefur verið, þú veist, það var ekki nóg úrval af þessum bílum í öllum flokkum, þú veist, það væri ekki til sambærileg bíla við hinn og þennan og sem þurftu að leysa hitt og þetta verkefni eða bara einhvern lifnaðarhátt þeirra sem voru að kaupa bílana. Svo var mikið talað að drægnin væri ekki næg og var allt of lítil drægni og var ekki þetta að ferðast á þessum bílum og svo framvegis. Hleðslinn væri lélegir og svo væri þetta allt of dýrt. Og ég fór svona í fyrirlestrinum yfir þessi atriði og var svona bara bent á, ég tók dæmi sendibifreiðar því það eru svona augljósustu merki núna við ætlum ekki að taka þátt í orkuskiptunum að það er að þar sést bara mjög skýrt að því að rekstrakostar eru svo mikið minni við rafbíla í atvinnurekstri að reka sendibíl, það borgar sig alveg 100% að kaupa rafbíl þó að startkostnaður sé meiri og ég fór þarna í dæmi það. Já, og þú varst með þessa tölu að var það ekki 93% nýra sendibíla eru annarkvort bensín eða dísil. Aðeins 7% eru rafmagns. Já, akkurat. Þannig að það var staðan þá og hún skorin meira aðeins verri núna minni mig þegar ég kíkti á Samgöngustofu, þetta eru bara tölur þaðan.
Þannig ég tékkaði á þessu einhvers tímann í maí og þá var staðan svoleiðis að það voru 1000 bílar og það voru 93% af þeim voru og langmestur díselbílar. Þannig að þarna erum við að tala um einhverju að taka ákvörðun og þeir þurfa á annað borð að kaupa glænýjan bíl. Þetta eru bara nýskráningar á bílum. Þannig að þú veist að það þarf að vera fyrirtæki eða einhver sem er ágætlega fjárhagslega sterkur til þess að geta leyft sér að kaupa bíl beint úr kassanum. Við vitum það nú flest að ég hef allavega aldrei leyft mér það, því að sú fjárfesting veit maður að leiðum maður er búinn að keyra úr umboðinu þá er bílinn fallinn í verði og þú ert þá að borga slatta fyrir bara það eitt að vera fyrstur til að keyra bílinn. Þannig að ákvörðun þar er ekki tekin fjárhagslega. Þau þurftu að kaupa glænýjan bíl og ég sýndi þarna dæmi, ég notaði heimasíðuna orkuskiptu.is. Og þrátt fyrir þennan gríðarlega mun í stofnkostnaði, þá vill þessi reiknivél meina að fjárfestingin á að freka valið rafbíl heldur en díselbíl er búin að borga sig upp og orðin skynsamlegri á rétt rúmum 3 árum. Og þarna er allt tekið saman. Þannig ef við tökum þessa tölu saman og sjáum að í heildina var kostnaðurinn við að velja freka díselbílinn einhverjar 22 milljónir meðan að rafmagnsbílinn var tæplega 16. Og getur maður áætlað þessi 93% sem ég byrjaði að tala með í byrjun að ástæðuna fyrir að velja díselbíl, það eru ekki teknar á rekstrarlegum forsendum. Þannig ég fór svona yfir þetta og þess vegna eru að spyrja hvort við séum bara hætt við þegar við erum búin að ýta svona flestum hindrunum fyrir allavega suðvesturhornið. Ég var svolítið að einblína á það. Ég tók dæmi suðvesturhornið og drægnina þar og svo framvegis því að vissulega eru innviðir alls staðar á landinu ekki jafn góðir og ég var ekki að halda öðru fram sko. Þú veist, og það er sérstaklega á Norðausturlandi eru slakir innviðir og svo framvegis og víða á Austurlandi og Vestfjörðum. Þannig að, en mjög velt bara fyrir mér þessi 93% hlýtur það að þýða að það eru einhverjir sem eru bara ekki að taka þátt því að þeir eru á svæði það sem er nægir innviðir, drægnindugir vel fyrir svæði sem eru að vinna á kostnaðurinn, það borgar sig rekstrarlega og svo framvegis. Þannig að það er svona, voru skilabúðin, þú veist. Þetta kom mér svolítið óvart af því ég hef einhvern tímann heyrt þá kenningu að einmitt fyrirtæki eru með fólk í vinnu við að halda utan bókhaldið og ættu þá að sjá strax þegar eitthvað er farið að borga sig rekstrarlega og meðan heimilin eru kannski allavega ekki öll á kafi í einhverju bókhaldi til að reikna út hvað er ódýrasta leiðin. Þannig að maður hefði haldið að fyrirtækin eru kannski á undan átt að sjá þessu en það virðist vera þveröfugt. Hvernig stendur á því? Sko, ég nefnilega, þess vegna áttum við ekki okkur alveg á þessu, þú veist, að því að það er alveg 2 ár síðan minni mig sem að fyrirtæki AHA fekk held ég minni með einhver svona verðlaun og þar í þeirri ræðu þá fórstjóri þessi sagði bara, þú veist, ég er með Excel-skjalið, það bara margborgar sig rekstrarlega að vera rafmagnsbíl á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þú veist, og það er 2 ár síðan að hann var að halda þessu fram og þá var hann að tala út frá rekstri. Það voru örugglega á degi, þú veist, atvinnulífsins eða eitthvað svoleiðis, þetta var ekki á loftslagsdeginum. Það sem maður verið að tala um þetta, þannig að þess vegna er maður svona farin að halda að þetta sé kannski það bara ábyrgðin, fyrirtækin upplifi ekki að þau séu ábyrg fyrir því að taka þátt, að þau getur bara haldið við sitt og þau kaupi það sem þau eru vön og vilja ekki breytingar. Kannski bara almenn íhaldssemi. Já, í rauninni sko, þess vegna spyrði ég, þú veist, er þessar hindranir sem núna eru eftir hjá okkur, eru þær mannlegar? Þú veist, að því að við viljum bara að við höfum það í rauninni allt og gott. Þannig séð að eins og ég sá í öðru viðtali sem þú tókst mitt að við erum bara tilbúin að fara í svona sársauka litlar aðgerðir í loftslagsmálum. Við erum ekki tilbúin að fara í aðgerðir sem að skerðir einhvern hátt lífsgæði okkar eða lætur okkur þurfa að hafa eitthvað fyrir þessu sko. Og kannski að þeir sem eru nú þegar, þú spurðir af hverju held ég þetta sé, sko, bæði þau fyrirtæki og einstaklingar sem að höfðu áhugann og ætluðu að fara í þetta og hugsuðu kannski út frá loftslagsmálum meira en öll öðru, þau eru búin að fara í þetta, skilurðu, við erum komið með 19% rafvæðingu í bílaflota landsins, þannig að mögulega voru það bara þessi 19%, þannig að þeir sem við þurfum að herja á núna eru þeir sem að sko er ekki að hugsa þetta út frá því og bara vilja ekki fara inn en óþægindi, finnst óþægilegt að þurfa að læra á eitthvað nýtt og svo framvegis og vilja bara halda í vanan sko. Þannig að það getur verið að þess vegna sé svona við komin að einhverju kurvu sem er erfiðar að fá fólk til þess að skipta yfir sko. Getur verið að við séum að sjá takmark þess
að byggja þetta á svona frjálsum framlögum einhvern veginn. Þú varst að nefna þá að ætlunin er að banna sölu bensín- og dísilbíla árið 2035, var það ekki? 2030, það er 30, núna í ok. aðgerðaáætlun sko. Já. En þú varst að velta því upp hvort að af hverju erum ekki bara að fara í þetta núna, eða ekki? Þannig að talandi aðgerðaáætlun, hvað gerist ef að nýskráning á bensín- og dísilbílum eru óheimil áramótin? Ég veit ég svaka bjartsýn, en þú veist hvað myndi gerast? Við erum ekki að tala að það sé ekki hægt að nota bíla sem eru nú þegar í flotanum, heldur bara nýja bíla. Akkurat, að því ég spurði bara er það hægt, að því að þú veist, þá er ég ekki að tala að þú veist að megi nota bensín- og dísilbíla, að því við erum Já. komið þangað, Nei. en getum við notað þá sem eru til í flotanum, að því að flotin árið 2030 verður náttúrulega að bróðurparturinn verður bílar frá 2018 til 2030, þannig að þó við verðum komið 100% nýskráningu 2029, þá náum við ekki markmiðum okkar. Þannig að ég var að benda á það og það var bara þér að segja allt vitlaust. Ég fór hérna í nokkur útvarpsviðtöl og blaðviðtöl og ég fekk bara hatursposta bæði í vinnuna og Messenger og alls konar sko. Og ég bara, mér ást þetta svo fyndið hvað ég held að fólk hafi haldið að ég hafði mikið völd, ég hef náttúrulega engin völd hérna í þessari stöð minni, þetta er bara svona ráðgjafastaða og ég var bara að velta upp þessari spurningu, erum við komin á þann stað að við getum þetta og tók dæmi reykingabannið, þú veist, þegar það var bannað út á óbeinum reykingum að reykja inni á veitinga- og skemmtistöðum og þarna er kannski ágætt hliðstæð eru nagladekkin, þú veist, við vitum að það eru afleiðingar, við vitum þetta verður áhrif á heilsu fólks og sama bara með loftslagsbreytingar og mengun, en við einhvern veginn þórum ekki að taka skrefið og ég er alveg viss að hefði við líka bara mælst til þess fyrir þessum árum að það yrði bannað að reykja inni, að þá væri það ekki komið á þann stað sem það er núna sko. Það væri, þannig að ég skil alveg að það er lítið stemming bæði hjá pólitíkusum og í þjóðfélaginu að banna eitthvað. Þú veist, það er ekki vinsælt í dag að vera með einhverja svona boð og bönn. En ef að við höfum það aðeins og gott, þá heldur ekki hægt að vera bara með hvata, af því að við erum búin að reyna það. Og það er samt ekki að virka. Það nær bara hingað. Já, það nær bara ákveðið langt, sko. Og svo má benda á að stjórnmálamenn sem sitja á Alþingi vinna í rauninni við það að ákveða boð og bönn, þannig að það er ekkert óvenjulegt að ákveða að eitthvað sé bannað. Nei, þú veist, það er ekki neitt nýtt, en þegar það kemur eitthvað svona frelsi einstaklingis til að velja sér, þá kemur viðkvæmnin, sko. Þú veist að ég tek þessa persónulega ákvörðun og ég vil ekki að stjórnvöld sé skipta sér af minni persónulega ákvörðun. Og þar erum við svolítið svona, og maður hefur alveg fullan skilning á því, þú veist, við viljum ekki fara þangað að sé allt svona stýrt og bannað, en við viljum samt líka fá árangur. Þannig að þetta er bara svolítið sko snúið. Ég hef stundum reynd að bera þetta saman við heilbrigðiskerfið. Við viljum gott heilbrigðiskerfi, en ef við myndum reyna að byggja það á einhverjum frjálsum framlögum, allir myndu bara borga það sem þau vilja í heilbrigðiskerfið, þá held ég að það myndi aldrei ganga upp. Þurfum við ekki að hugsa líka svolítið svona með þessi orkuskipti? Jú, bara mjög góða punktur og það er líka bara, veist, það er svona einhver svona aftenging finnst mér í sambandi við að eins og bara með skatta og í mitt boð og bönn og okkur slíkt, að fólk hefur náttúrulega ekki áhuga að borga mikla skatta, en það vil samt hafa frábært skólakerfi, frábært heilbrigðiskerfi og frábært vegakerfi, en ég skil ekki alveg hvað þeir halda sá peningur kemur. Þú veist, hann kemur náttúrulega út frá sköttum, það er tekjur ríkisins. Þannig að ef við viljum fá frábæra þjónustu þá þurfum við náttúrulega að taka þátt. Og það er oftast þeir sem kannski liggur við einmitt stingundan skatti sem að hafa sem hæðst að hitt og þetta sé ekki nógu gott. Þannig að mér finnst við stundum ekki alveg, það er svona pínu hræsni stundum í okkur, átt okkur á samhengi hlutana, bara já, þú veist, við viljum að þetta sé svona og hinsegin, en þá verðum við líka að taka þátt og átt okkur á því að við berum þarna líka ábyrgð sem bara þjóðfélag, þú veist. Þið eru með þennan frábæra vef orkusetur.is. Þar eru alls konar tölfræði og fræðslu og reiknivélar. Hérna er til dæmis orkuteljari vinstra megin. Þar er hægt að sjá notkun á heitu vatni, rafmagni og olíu síðan 1. janúar 2024.
Já, og svo Og, geturðu klikkað þarna núllstilla og þá fer hún já, í ok. 0 og þá Já, hérna, já, núllstilla, já. ef þú ýtir bara á, já, ef þú ýtir á þann hnapp þá byrjar hún að telja upp á nýtt. Þannig að Ok. þetta er bara til þess að við áttum okkur á, En ég vildi sjá þetta frá ásbyrjun, þá erum við búin að brenna eða flytja inn, ég veit ekki hvort, 296.000 lítrar af olíu, mhm, sem er góðu slatti, og sjá, já, og það er svona bara. Ok, og hérna eru við svo, erum, og höfum raun ekki dregið úr olíunotkun, sko. nei, Þannig að því miður, þannig að með fólksfjölgun og annað þá erum við ekki að ná eiginlega neinum sérstakum já, árangri þar. og við sjáum hérna nýskráningar bifreiða, meðalislan er komin í þeirra 2,6, en samt út af því að bílum er að fjölga, þá voru samt ekki að nota minni olíu eða eitthvað. Já, ég held það. Bílaflotinn sjálfur er að stækka og ég tók einmitt þá svona athugasemd líka eða komið hana að loftslagssteinum að við verum svona átt okkur á því líka í sambandi við innviðina og þá er ég að meina umferðina eins og sérstaklega í höfuðborginni að því okkur fyrir fjölgandi og þá gerir allavega Orkuspá og Orkustofnun ráð fyrir að bara í bílaflotann muni bætast við 35.000 bílar á næstu 6 árum. Þannig að það er gríðarlega mikil fjöldi sem bætist við. Við viljum náttúrulega að sé töluvert að rafmagnsbílum fyrir þá sem er ekki að kaupa glænýjan bíl heldur kaupa notaðan bíl, þá skiptir það máli fyrir okkur að því að bílaleigurnar eru svo stór hluti. Það skiptir máli fyrir okkur að þær sé að taka inn Já, en það hefur gengið ekki eins vel og við vonumst til en það er verið að vinna að því þá. Já, bílarnir frá þeim eru að fara á notaða markaðinn og þannig að það hefur áhrif hvaða bílar þeir kaupa. Já, á samsetningu flotans hefur það áhrif sko, Já. á hvað þær taka inn þótt að sé bílar til að byrja með þá náttúrulega skipta þeir ört. Þannig að þeir bílar fara síðan í flotan sko. Já, og við sáum fréttir nýlega um að það var að fækka mjög hratt seldum rafbílum. Já. Út af... Þetta gerði samt líka í Noregi sko og Já. þú veist, þegar að þeir gerðu það sama og við af því að það er náttúrulega ekki endalaust hægt að vera með skattaafslátt af því að þessi bílar þurfa náttúrulega líka og þess vegna kemur kílómetragjaldi inn, þeir þurfa náttúrulega líka að taka þátt í samgöngum kostnaði við vegagerð og annað. Þannig að það gat ekki verið endalaust tími þar sem að var þessi gjöld sem að þeir fengu felld niður til þess að reyna í þess að stað, þau kæmu aftur inn. Og það kom svona dífa líka í Noregi þegar þetta var gert þar en svo fór það upp aftur af því að það er eins og við ræddum áðan, það er rekstrarlega hagkvæmt að vera með rafbíl. En innviðir eru betri til dæmis í Noregi þannig að bílaleigurnar eru ekki í sama vandræðum og hér. Þannig að við vonumst náttúrulega bara til þess að á næstu árum og með einhverju átaki getum við oftur á betri stað hvað það varðar sko. En staðan akkúrat núna er ekki sérstök. Það verður bara að segja þess að Já, þetta hefur líka verið held ég í Þýskalandi, það hefur verið hætt við ívilnanir og þá er sama vandamál að koma upp og kannski víða Evrópu, það er líka kannski spilar inn í að mörg ríkisstjórnir að reyna að spara eftir erfið ár, Úkraínustríðið og allt þetta, mikla skuldir ríkisins og manni fyrst kannski tilvalið að skera niður hana, sem ég veit ekki alveg hvort sé besta leiðin, en það hefði kannski verið hægt að hækka frekar þá, til dæmis hækka bifreiðagjöld, þá hækkar það á alla bíla en ekki eingöngu á rafmagnbíla. Hvað finnst þér um það? Já, þú veist, það er alveg hægt og vera með jafnvel einhvern kolefnisskatt og sérstaklega núna áramótin gerir ég ráð fyrir að það gangi í gegn að það komi kílómetragjald á alla bíla, ekki bara raforku, ekki bara hreinorkubílana. Já. Sem verður þá til þess að við höfum þá betri samanburð af því að þessir bensín- og dísilbílar eru náttúrulega að borga kílómetragjald í dag, þeir eru bara borgaði inn í olíuverðinu. Þannig að þetta er alveg sambærilegt gjald. Nú vorum við bara við tölum ekki oft jafnrétt umskipti, skilur við, að þeir sem að hafa efni á að kaupa sér glænýjan bíl eða fara yfir í rafbíl sem er þá dýrari fjárfesting, þá viljum við náttúrulega að þeir séu líka að taka þátt í að greiða fyrir ýmislegt eins og bara vegakerfið og annað. Þannig að það er ekki svona sanngjarnt hvað það varðar að endalaust
hafa afslátt þar, þeim megin, sko. En hvaða verður gert áramótin þegar ég held allavega að það verði þannig að svona kílómetragjald komi líka á bensín- og dísilbíla, þannig að það fari út úr olíuverðinu. En hvað gerist þá ef olíuverðið þá lækkar? Ég veit ekki hvað verður ákveðið að gera þar, hvort það komur kolefnisskattur eða eitthvað, en ég er ekkert inn í þeim starfshópi, sko, þannig ég veit ekkert það. Og það er svona verið að ýta eftir hvata og halda bara utanum og svona lobbya fyrir því að ríkið og stofnanir sem tilheyra undir ríkið eða sveitarfélög séu svolítið að leiða í hvað þetta varðar að skipta út flotanum sínum og ég minntist aðeins á þetta á loftslagsdeginum, verkefni sem við unnum með HSN, það er Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Orkusetur og rafbílastöðin fóru nefnilega í verkefni til að skoða akkúrat þetta. Eru innviðirnir ekki nógu góðir út á landi? Þú veist, er drægnin hamlandi þáttur þar? Þannig að við fengum verkefni, það var 1 ár tekið, þar sem við skoðuðum starfsemi hjá HSN, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sem er með víðfæmt starfssvæði, ekki akkúrat þetta svæði, núna er ég bara búin að setja inn 200 km á drægnireikningum út frá Akureyri. Og það var farið í 1 ár og síðastu vetur, nú veit ég einhver farið í sjokk, kona norðan er að fara að viðurkenna að það var ógeðslega kalt fyrir norðan. Það var bara eiginlega mjög ömurlegt veður. Og þú veist, ég veit að þetta er tekið upp og ég eftir að þurfa að gjalda fyrir það seinna að láta þetta flakka, en þannig er bara staðan. Og það var eiginlega bara ágætt fyrir okkur að þetta var frekar kaldur vetur, því að þá er ekki hægt að segja bara já, þetta var ógeðslega næs vetur. Það var það ekki. Og þessar niðurstöður eftir þessa ársrannsókn, hún er sem sagt komin út, sem sýnir að þessi 40+ bílar sem í flotanum í HSN gátu allir, rafbílahæfni þeirra var þannig að það gátu allir skipt yfir. 100% rafbílahæfni fyrir þennan flota. Sem þýðir þá, og það voru einhverjir 8 bílar minni mig í flotanum sem þurftu einhvern tímann, ekki alla daga en einhvern tímann yfir vinnudaginn að hlaða. Flestur þurftu þess ekki. Og það minni þessi Heilbrigðisstofnun á Suðurlands sem líka komin nánast 100% rafvæð. Þannig að það nokkrar stofnanir búin að taka skrefi. Það lögregluembættið í Borgarnesi, þeir eru nánast orðið 100%, ég man ekki hvað eru komin upp í háa hlutfalli, þeir eru búin að keyptu sér í Uppsulan-Teslur. Þannig að lögreglubílarnir þar eru nánast allir orðnir rafbílar. Þannig að, en þarna mitt, sko, þurfti að bara einhvern sem hafði áhuga, sem að vinnur þarna og keyrir svona verkefni áfram. Það ekki neinar kvaðir eða neitt frá stjórnvöldum. Þannig að við erum að reyna að fara ljúfum höndum fyrirtæki og stofnanir með að reyna að búa til hvatakerfi, frekari refsikerfi og þetta vonum við að það ber árangur en það er svona það sem við erum að einblína á núna og okkur langar svona kannski reyna að fókusa það bara á það sem þetta gengur vel, þar sem að innviðin nógu góðir og bara einbytta okkur af þeim stöðum sem ástæðan fyrir ég tók sendibílana fyrir, bara einbytta okkur á þeim hluta flotans það sem þetta hægt. Bara ekki alltaf vera bara óskapast yfir því að eitthvað sé ekki hægt og þá ætlum við bara ekki að gera neitt. Þú veist, ég meina ef þegar við fórum í hitaveituvæðinguna og það finnst ekki heitt vatn alls staðar fyrir austan eða á Vestfjörðum, ef við þá bara hættu að hitaveitu restina af landinu því að ekki allir gátu fengið heitt vatn. Þá fórum við náttúrulega ekki í það, heldur er bara niðurgreiðslukerfi á þeim svæðum þar sem rafhittusvæði til þess að jafna kjör þeirra sem ekki búa við hitaveitu. Þannig að þetta er bara við sama, þú veist, að innviðir eru ekki allir jafngóðir alls staðar, en það þýðir ekki að þar sem þetta er komið, þar sem innviðir eru orðnir nægir, þurfum við þá bara að fókusa á og auka hraðan þar í orkuskiptum staðinn fyrir að maður fær ótrúlega símtöl. Ég fekk mjög skemmtilegt símtal fyrir fyrra einhvern tíðan og kona sem sagði mér að hún hringdi út af einhverju öðru máli en var að segja mér náttúrulega ekki að kaupa sér rafbíl og ég sagði já, ok, ég var svo mjög að spyrja um það og sagði nei, því að það eru svo lélegir innviðir fyrir austan. Og ég sagði, já, ok, býrðu fyrir austan? Og bara, nei, ég býr reyndar fyrir sunnan. Ég sagði, já, en býrðu að fara mikið austur? Nei, ok, ertu fjölskyldu fyrir austan? Nei, ég bara, nei, ok, en hvað þá, af hverju? Hún bara, nei, mér finnst bara ósanngjarnt að þeir eru ekki komið, ég ætla bara ekki að taka þátt í þessu fyrir að það eru orðið jafnt fyrir alla. Þú veist, og þá var þessi hugsun sem ég var svo mögnuð og ég bara sagði ekkert við hana bara, já, ok, já, ég skil. En þú veist, hún alltaf stórhættulega ef við ætlum ekki að fara í þetta því að það eru einhverjir sem ekki hafa tök á að fara í orkuskiptin að fullu með að við hvað í boði í sambandi við bara einhver tæki eða stóra vinnuvélar eða eitthvað,
þú veist, að þá náttúrulega komumst við aldrei áleiðis, sko. Þannig að við nákvæmlega. þurfum bara að einbeita okkur það svona low hanging fruit, skilur. Við þurfum bara að byrja þar sem að innviður til staðar, þar sem að bílaflotinn er orðin, allavega framboðið orðið gott og bara fókusa svolítið á það. Það Já. svona, held ég, það sem að við fáum mestan árangur með, sko. Það hefur stundum verið gagnrýni á kerfinu sem sagt líka vegna þess að það hefur verið þannig að það er aðalega kannski fólk sem er með hærri tekjur sem hefur verið að kaupa rafmagnsbíla vegna þess að þeir eru aðeins dýrari og þeir eru líka flestir nýir, þannig að það er erfitt að finna notaðan rafbíl á lágu verði. En það eru lausnir við það. Í Frakklandi til dæmis þá var farin sú leið að niðurgreiða ekki bara bílakaup heldur niðurgreiða langtímaleigu, þannig að þú getur leigt rafbíl ef þú átt ekki að kaupa nýjan rafbíl, þá getur leigt rafbíl fyrir einhverja 100 eurur á mánuði, eitthvað 15.000 kall á mánuði, sem er bara ekki neitt, nema þetta var tekjutengt, þannig að það var bara fólk sem var með lægri tekjur sem átti rétt á þessu. Og þetta gekk mjög vel og eiginlega aðeins svo vel að því að eftir nokkrar vikur þá var búið að ráðstafa alla samninga sem var búið að ákveða að ráðstafa, þannig að það var bara, það var ekki hægt að fara lengra með þetta og þetta kostar svolítið, en þetta getur tryggt að það sé aðeins meira réttlæti í þessu, að rafbílar séu ekki bara fyrir ríka fólkið. Er það ekki eitthvað sem við getum stutt? Þetta er enda bara mjög góð punktur, af því að það er bara svipað og ég var að segja áðan, þú veist, að langtímaleigan eða rekstrasamninga bílaleiga, það hefur verið að ganga vel að hafa það rafbíla, sko. Þannig að fókusa á það einhvern veginn og þá einmitt með þessum hætti, hvort að það sé eitthvað tekjutenging eða eitthvað slíkt, að það sé verið að bjóða þá ódýrari leigu á rafbílum, af því að þegar að ívilnanir fóru út og hlutfallslega voru dýru bílar orðnir dýrari fyrir bílaleigurnar, þá hækkuðu þeir bara leiguverðið, held ég. Ég held að það hafi verið þannig. Þannig að það voru einhverjir sem voru rafbíl sem skiptu yfir. Mér finnst það mjög skrýtnar upplýsingar, af því að ég held að einmitt rekstrarlega þá hefði það samt borgað sig, það þurfti alveg verulega hærri leiga til þess að það myndi ekki borga sig að vera frekar á rafmagnsbíl, bara rekstrarlega séð. En þannig að ég veit að leigan á rafbílum hækkaði eitthvað. Þannig að það er einmitt þessi vegferð sem ég var svona að reyna að benda á. Þú veist, við verðum að fara einhverja svona leið, af því að bæði viljum við að bílaleigurnar sé að kaupa rafbíla fyrir flotan okkar og fyrir eftir á markaðinn, fyrir endursölu, og svo viljum við að sé aðgengi fyrir alla einmitt að geta tekið þátt í orkuskiptunum, af því að það er það ákveðin hópur sem að hefur þá í rauninni bara til þess að taka þátt í orkuskiptunum, hefur hann bara getur farið í, þú veist, almenningssamgöngur eða verið með rafmagnshjól eða eitthvað slíkt. En það búa bara ekki allir við þar aðstöður að geta nýtt það. Það er ekki almenningssamgöngur frábærar alls staðar og bara langt í frá. Ég meina, það er til dæmis frítt strætó á Akureyri, en það er leiðakerfið þannig að það er ekki allir sem geta nýtt sér það. Og það er ekki nógu mikill hvati að sé frítt, sko. Þannig að það er þetta og svo held ég líka bara, og mér saknaði þess pínu núna í kjarabaráttunni, að sko, til dæmis eins og það að vera með, það er bara til dæmis hjá okkur, ég vinn upp á Rangárvöllum, að það er frítt að hlaða bílinn á bílastæðinu í vinnunni. Þannig að svoleiðis kjarabætur, þú veist, að þú ert komin rafbíl og þú getur hlaðið bílinn frítt í vinnunni eða eitthvað slíkt, þú veist, það er líka kjarabót, þú veist, launalega séð, þú veist, sem er svona einföldi kannski í rekstri, og ég veit að minna hafi verið okkur undantangað eitthvað slíkt álverinu þar sem að setja upp fullt af hleðslustöðvum á bílastæði sitt og þá jókst sko rafbíla hlutfall, einkabílana hjá starfsmönnum, af því að það borgaði sig fyrir þá að fara á rafbíl og hlaða í vinnunni og svo heim. Þannig að það er alls konar svona leiðir sem svona hvatar sem við getum farið á þess að þurfa að fara í einhver svona refsingar. Og stéttarfélög geta spilað inn í. Já, þau geta nefnilega tekið þátt og bætt kjör þeirra sem að hafa minna milli handana, og það er bara mjög góð punktur eins og þú varst að segja áðan með einhvers konar tekjutengingu í sambandi við þessa rekstrarleigusamninga, og ég veit að það er töluvert þessa rekstrarleigusamninga hjá fyrirtækjum þar sem að einhver er með bíl á leigu inn í laununum sínum, einhver forstjóri eða einhver sem að þarf að keyra mikið í vinnunni, þá er hann bara með bíl sem að nota sem einkabíl en vinnan sér bílinn.
það þá bara hluti af launapakkanum. Þannig að þú veist, það eru svona alls konar leiðir sem við getum farið að reyna að vera sniðug með og þá er tækifæri fyrir bílaleigurnar til þess að halda áfram að vera öflugar í því að nýskrá rafmagnsbíla og tækifæri fyrir fleiri. En ég hafði ekki spáð í þessu með ég var bara á fundi þetta í sambandi bílaleigurnar bara í gær, þannig að þar kom alls konar svona umræða upp. En svona tekjutenging og þetta franska módel sem varst að segja frá hafði ég ekki heyrt þannig að ég kem til með að kíkja á það núna eftir þetta spjall allavega. Flott. Það er annað, það hefur verið minna kannski minni rafvæðing á landsbyggðinni heldur en í höfuðborginni. Veistu af hverju það er? Er það einhver öðruvísi menning þar eða innviðir sem eru ekki nú góðir eða eitthvað annað eða tekjur sem eru lægri eða? Já, það er alltaf þessu raun á einhvern hátt við en innviðirnir voru vissulega takmarkandi afl lengur hér heldur en fyrir sunnan og það ennþá, þú veist, það ennþá lengsti kaflinn á hringveginum er milli Mývatnssveitar og Egilsstaða sem 160 kilometrar og á fleiri stöðum á Austurlandi vantar hleðsluinnviði og það náttúrulega bara út af því að það hefur svolítið verið bara frjáls markaður, það bara raforkusölufyrirtæki sem að setja upp þessar hleðslustöðvar og auðvitað ef að túristarnir eru ekki á rafbíl og það mjög fáir sem búa þarna þá rekstrarumhverfi fyrir hleðslustöð ekkert sérstakt. Þannig að þú fer kannski ekki í þessa fjárfestingu og það þess vegna sem Orkusjóður svona einblín á að stoppa í þessi göt. Þannig að á forgangslistanum fyrir þá sem sækjum styrk fyrir uppsetning á hleðslustöðum þá fá þeir hærri styrka sem hleðsluinnviðir eru slakir fyrir. Þannig að því við erum að reyna að bæta netið og það munu margar komast í sumar og ég kynnti þarna á loftslagssteinum þetta hleðslukort okkar sem byggir á Google Maps gögnunum og þar erum við að fara að gera þetta að appi á næstu dögum. Við erum það voru ýmsir hnökrar að því að við erum með fyrirtæki eins og E1 sem svona pínu regnhlífa fyrirtæki fyrir nokkur önnur, þetta svona greiðslulausn sem að aðrir raforkusalar geta nýtt sér sem frábær lausn og var náttúrulega best af öllu ef allir gerðu samning við einn, þannig að það var hægt að nota bara þennan eina lykil fyrir allt sem hugmyndin hjá þeim og hefur verið gert annars staðar út í heimi. Þannig að þá stundum skráðist stöðin tvisvar inn, þú veist, á Google Maps og Instavolt hafa einhvern veginn ekki skráð inn og annað. Þannig að við erum allum að með þetta veflausn að aðeins skoða þessa hnökra og biðja fyrirtækin að skrá inn á Google Maps stöðvarnar sínar svo það birtist þarna og þá munum við gera þetta appi en það ekki samkeppni við neinn kannski app sem út að nota notkun, laust stöðin og framvegis. Þetta meira hugsa fyrir, náttúrulega, við þurfum líka breyttar ferðalagavenjur, þetta svona nýyrði, af því að ef þú ert að leggjast í ferðalag á rafbíl þá þarftu að hugsa aðeins öðruvísi, þú bara rýkur ekki á stað, þú þarft aðeins að vera búin að spá í hvar ætla ég að hlaða, hvar lengsti kaflinn, hvað langar mig að stoppa og þess vegna skiptir miklu máli núna með hleðsluinnviði að séu hleðsluinnviðir sérstaklega fyrir ferðafólk á þessum helstu stöðum, þú veist við fossana, við þessi staði sem fólk að stoppa hvort þið á. Og ég meina dóttir mín nýbúin að vera á mínu rafmagnsbíl og fór hringinn með vinkonu sinni frá Noregi og var svona að kynna henni landið og henni fannst bara mitt snilld að vera alltaf búin að ákveða og hún sagði það var eiginlega alltaf hleðsla þar sem við vorum hvort að fara að stoppa þannig ég var aldrei að bíða eftir hleðslu. Við vorum hvort að skoða eitthvað eða gera eitthvað og það náttúrulega langbesta upplifunin á ferðalagi á rafbíl að þú leggur þar sem þú ert hvort að fara að leggja og hleður í leiðinni. En það ekki alls staðar komið þar sérstaklega ekki á Vestfjörðum og ekki fyrir austan. Svo má benda á það að það ekkert endilega skemmtilegt að fara í ferðalag og keyra 600 km á hverjum degi. Það kannski betra að taka minni bita í einu og skoða meira á leiðinni frekar en að vera allan daginn í bílnum. Já. Og svo líka bara það að ef þú hefur einhvern tíma til að bíða eftir hleðslu þá það þegar þú ert á ferðalagi. Já. Þú veist að þá ertu að njóta þess að ferðast og þessi bara hollt að staldra við og stoppa. Ég meina, en ég veit alveg að það alveg töluvur munur á upplifun að ferðast kannski landið á Nissan Leaf eldri gerð þar sem er mjög lengi að hlaða inn á sig og með við kannski Tesla nýrri gerð þar sem þú bara alltaf 20 mínútur. Ég meina, ég margsinnis farið suður á bílnum mínum
og minn þannig að ég segi áður en ég legg á stað frá Akureyri hvar ég ætla að hlaða næst, þannig að þá byrja hann að undirbúa batterið á réttum tíma, byrja að hita batterið þannig að hleðslan taki sér styðstan tíma. Ég stoppa bara í Staðaskála og hliði 20 mínútur og held svo áfram og hliði frítt bæði hér og í vinnunni minni fyrir sunnan, þannig að ég ferðast fram og tilbaka á undir 4.000 kalli í kostnað, þú veist, og stoppa alltaf bara í 20 mínútur í Staðaskála, þannig að mínu upplifun er mjög jákvæð, en ég veit alveg að það eru aðrir sem að lendi í því að þeir stoppa annars staðar og það var röð eða bíllinn á undan þeim, það skildi hann einhver eftir í á hraðhleðsstöðinni og fór og hann var löngu búinn að hlaða en það var ekki hægt að næsti gat ekki tekið við og svo framvegis, þannig að þú veist í þessum orkuskiptum verður sjálfsögð að fara að koma tími það sem að það er einhvers konar hnökrar í kerfinu og við þurfum svona bara taka það pínu á kassan, bara við erum í orkuskipti, við erum að breyta hellingu og það þýðir ekki að þetta gangi smurt og það er rosa kröfur að meira sem margir sem er að bíða eftir að kaupa sér rafbíl þá dregnur hann 1000 kílómetrar og þá hugsa maður bara já en það er ekki eins og 1000 kílómetrar dregnu í bensín- eða díselbíl. Þannig að mér finnst það svo magnað, skilur, þú vilt betri, þetta er ný tækni en þú vilt sem betri en tækni sem er búin að vera hérna við lýði í margar tugi ára, sko. Þannig að það er svona, kröfurnar eru ekkert alltaf á raunhæfar, sko. Já, og þú varst benda á minni mig í erindinu þínu að á leiðinni frá Reykjavík til Akureyrar það voru yfir 50 tenglar á leiðinni. Svona, er það ekki? Þannig að það er orðin slatti, sko. Já, það er alveg orðin sletti og þú getur orðið það keypt á næstu. Hlaða á leiðinni. Nei, nefnilega ekki. Og ég fekk reyndar í fyrst skipti sem ég ást mjög skemmtilegt á bílnum þegar ég fór keyrði til þess að fara suður á Loftastæðin. Þá fekk ég sko þegar ég var búin að ákveða að ég ætla að hlaða í Staðaskóla, þá kom bílli með svona tilkynningu og sagði það er bið í Staðaskóla, þú gæti þurft að bíða, skoðaðu hraðhleðslu fyrr. Þannig að þá stoppaði ég á Blönduósi og hlóð þar í smá stund og ætlaði þá bara að sleppa Staðaskóla því það var svo mikið bið. Þannig að maður getur aðeins, bílarnir eru orðnir það tæknilegir að þeir geta líka hjálpað þér í þessu, þú veist, þetta á ekki eftir að koma þér á óvart ef þú ert á þannig bíl, þannig að eftir bílarnir eru betra og er náttúrulega upplifun og ferðastaðum betri líka, skilur, en það tekur náttúrulega smá, maður þarf að læra inn á bílinn og tekja þetta allt saman og þetta er náttúrulega nýtt fyrir sumum meðan að öðrum finnst þetta ekkert mál. Akkurat, og það er eitt mjög góður punktur sem að þú endaðir á í erindinu þínu, þú sagðir að hagkvæmustu orkuskiptin eru alltaf minni notkun. Og þegar við horfum á orkuspá Orkustofnunar, þá er gerað ráð fyrir því að það sé 35.000 bílum fleira í flotanum eftir svona 6-7 ár. Og hvar ætlum við að koma þessum bílum fyrir í umferðinni, sérstaklega inn í Reykjavík. Ég hef aldrei verið svona glöð með hljóðbókina mína eins og í gær. Ég var að keyra hérna. Þá varstu hún geggjuð. Og bara líka til að setja þetta í smá samhengi. Hér er vegalengdin frá Háskóla Íslands og upp í Mosfellsbæ. Þetta eru tæpir 16 kílómetrar. Ef við tækjum þessa 35.000 bíla sem ætla að bætast inn í flotann og myndum svona krúttlega raða þeim hérna eftir, þá þyrftum við þessa vegalengd 12 akreinar til að koma þeim fyrir. Sundabrautið yfir mig. Hvernig ætlum við að gera þetta, skiljið? Sitjum við í stokk, ég skilji ekki hvernig við ætlum að ná þessu. Þannig að það verður að hafa í huga að þó við séum að fara í orkuskiptin á fullu, þá er það alltaf þannig að breyttar ferðavenjur og minni notkun einkabílsins er hagkvæmust. Þannig að hagkvæmustu orkuskiptin er alltaf minni notkun. Takk fyrir mig. Og þetta er kannski eitthvað líka sem við þurfum að skoða með þessa bílaminningu okkar að sko við erum núna svolítið að stefna á því að það sem við köllum orkuskipti er að bara skipta út öllum bensínbílum og dísilbílum fyrir rafmagnsbíla en það er kannski ef við gerum bara það þá er það kannski svolítið vandamál vegna þess að það eru takmörk í því hvað er hægt að framleiða mikið af rafmagnsbílum í heiminum til dæmis. Það er takmarkað framboð af málmum og svoleiðis. Nýlega var Alþjóða orkustofnun að benda á því að það er örugglega ekki nóg til af kopar til þess að fara í þessi orkuskipti sem snúast að bara skipta út öllum bílum fyrir rafmagnsbílum. Þannig að sem þýðir að við þurfum líka að hugsa að fækka bílum og gera þá kannski léttari og minni með aðeins minni rafhlöður en þróunin hefur verið einmitt öfugt að gera alltaf
stærri og þyngri bíla með stærri rafhlöður til að fá meiri drægni. Þannig að þurfum ekki líka aðeins að hugsa út í þetta. Er þetta eitthvað sem þurfa að skoða hjá Orkustofnun, framboð af málmum og svona framtíðar horfur í því? Við höfum kannski ekkit endilega þar, af því að við á Íslandi höfum náttúrulega voða lítið þetta að segja, af því að við erum svolítið bara bílaframleiðendur og aðrir. Ég meina alveg svo hér á tíma innan fyrir norðan var ágætis metanframleiðsla úr gömlu sorphaugunum hérna í Glerárdal, sem komið minni framleiðsla núna, en það var metanstrætó og metansendibifreiðar og nánast allir bílar Norðurorku voru á metani, en núna að því að núna eru plön í sambandi við Líforkuver að við færum í svona sjálfbæra framleiðslu á metani. Þannig að en þar voru svolítið, minna framboð af bílum, af því að bílaframleiðendur fóru bara ekki þá átt, og þú tekur eftir með Toyota, þeir voru að veðja dálítið á vetni og þess vegna voru þeir svona eftir á í rafbíladæminu. Þannig að við svona litla Íslandi erum svolítið bara háð því hvað aðrir gera. Þess vegna held ég að það sem er hagkvæmast fyrir okkur og sem við ráðum við sjálf, það er náttúrulega bara að minnka alla notkun og fækka bílum per heimili. Þannig að við held Evrópumet í bílar per fjölskyldu eða bílar á höfðatölu eða eitthvað slíkt, þannig að við erum með rosa mikil bílamenning hérna, og það er til dæmis mjög mikil bílamenning bara á Akureyri í þessum litla bæ, og við erum með lausn sem heitir Korterið, sem er líka app, þar sem við erum svona benda á þetta og sýnum bara, að á 20 mínútum þá getur þú hjólað alla Akureyri, og það sýnir svona, þú getur, þetta er inn hjá síðunni hjá okkur og líka hjá Vistorku, að þú ferð inn á Korterið, og að því að þessi þróun hefur ekki svona verið hjá okkur alveg eins og í öðrum borgum í Evrópu, eins og bara að hérna á Oddeyrinu á Akureyri, þar 5 mínútur í göngufjalað í nánast alla þjónustu. Þetta er app og vefsíða? Já, þannig að þú getur farið inn á vefsíðuna þarna á rauðu slóðinni þarna. Já. Og þar færðu inn bara gangandi og hjólandi, og þarna mitt byrjar Akureyri. Þannig að við vorum svona bara að benda á, að ef þú skrifa bara, þú getur skrifa hérna bara til dæmis bara eitthvað, Oddeyrargata eða eitthvað. Oddeyrargata. Svona? Já. Og bara velur hana og þá sérðu hérna á kortinu á 15 mínútum, þá sérðu dökkgræna er hvað þú getur labbað á 15 mínútum og ljósblái er hvað þú getur hjólað. Þannig að þá sýnir það bara stöðuna sem þú ert með, og svo er hægt að haka þarna í birta strætóstöðvar og þjónustu. Þannig að þarna erum við og þetta virkar, þetta er líka byggt á Google, þannig að þú getur notað þetta líka erlendis og annað út að ferðast. Þannig að þú getur hjólað á Akureyri allstaðar innan við 15 mínútur á hjóli. Nákvæmlega, uppbyggingin hjá okkur, þarna, eins og þú sérð Oddeyrina. Stoppistöðvar. Já. Hvað segirðu? Já, Oddeyrinn með bestu innviðina, hvað var að strætó, það er léttst í styðst í alla þjónustu og það er á flatlendi, en það er ekki dýrasta svæðið, eða dýrasta húsnæði Akureyri, heldur hverfin sem eru eiginlega bara rétt frá flugvöllin, nýjustu hverfin, þau eru með enga þjónustu nálægt sér, það er ekki einu sinni leikskóli eða búð, í Hagahverfi sem er komin nánast út í Kjarnaskó, og þar eru þannig minnstu innviðirnir, en þar er náttúrulega nýjustu húsin, þau eru dýrust, en ef við værum í einhverju annarri borg, þá væri bara eins og í London eða eitthvað, þá væri náttúrulega það sem er miðsvæðis og það sem getur lifað bara nánast bíllausum lífstíl og haft bara göngufæri í alla þjónustu, það væri náttúrulega dýrasta svæðið. En það er ekki uppbyggingin hérna í Íslandi. Hvernig gengur Akureyringum að tileinka sér breyttar ferðavenjur, hvort sem það er strætó eða virkir ferðamáttar? Það gengur maður tekur alveg eftir breytingu hvað varðar hjóla og ganga. Það er töluvert, maður tekur alveg eftir því, og það er svona komin áhersla í bæjarstjórninni í sambandi við stígakerfið og reyna að gera betri hjólastíga og svo framvegis. Þannig að það er svona komið pínu skrið á það, finnst mér. En það var plan, við vorum með verkefni sem heitir Strætóskólinn, þar sem við byggum til sem á að fara og var og ég veit, svo þurfum við alltaf að ýta á eftir, að vera á hverju hausti eða vori í grunnskólanum í 5. bekk, þar sem að krakkarnir fara í strætó, geta verkefni sem undirbúa sig, velja leið, ákveða hvert þau ætla að fara í strætó, skrá upplýsingar, bara hvað fór strætóin langt, hvað
voru margir sem notuðu strætó og svo framvegis. Svo reiknaðu út, þú veist, hvað hefði við mengað mikið ef allir hefði farið á einkabíl miðað við það við fórum í strætó. Og þau þurfa alveg að skoða, er þetta metanstrætó eða dísilstrætó og svo framvegis. Þannig að þetta er líka svona vera að samþætta, þú veist, bara grenndarkennslu en líka bara reikning og svo framvegis. Og þar erum við svona að hvetja til þess að við finnum að ef að foreldrar taka ekki strætó, þá eru þau kannski ekki ýta á eftir börnunum sínum í strætó og þá verður þessi skuldmenning til. Meiri sig í svona litlum bæ eins og Akureyri. Og það sem að mér hefur fundist kannski erfiðast þar og ég var svona að reyna að ræða við íþróttafélögin að þegar þau ákveða æfingatíma þau séu með strætó skipulagið með í ráðum að það sé ekki þannig eins og var að ef að krakkar nota strætó á æfingu þá þurftu að vera annarkvort að mæta 10 mínútum of seint eða 40 mínútum of snemma. Þú veist, að reyna að sníða þetta þannig að þetta væri heppilegt fyrir krakkan að nýta strætó. En það var gerð rannsókn á strætónotkun og því hún er ekki næg á Akureyri, bara alls ekki. Og það kom nefnilega líkt leiðarkerfi 2016 og það er rosa mikið svona hringjum og það er mjög óskilvirkt og slakt og það er mikið kvartað yfir því og tölur sýna bara að notkun á strætó fór minnkandi 2016. Þannig að eftir það. Þannig að það var uppi, það búið að hanna nýtt leiðarkerfi strætó. En svo komst það ekki í gegn hjá bæjarstjórn og strætóskólinn okkar átti að vera verkefni samhliða því. En svo ákveðu bara þó að nýja strætókerfi fari ekki á stað, þá viljum við samt að fara á stað með strætóskólann og gerðum það og fekk fína athygli og hefur verið farið í hann í skólanum sem er bara flott. En ég hefði viljað fá nýtt leiðarkerfi strætó sem væri skilvirkara og svona ekki bara í þessum hringjum, heldur svona beinar leiðir bara frá Naustahverfi eða Lundahverfi upp í Boga, af því við vitum að það eru krakkar sem eru að fara íþróttahúsin og veturna sem eru yfirbyggð og svo framvegis að það sé það bara 20 mínútna leið fram og tilbaka en ekki þú þurfur að fara allan bæinn á enda til þess að komast á æfingu. Þannig að því miður þá stoppaði sú framkvæmd, þannig að ég held að það eru helling að tækifærin eftir í strætókerfinu fyrir norðan er með breyttu leiðarkerfi en það er þetta bara ágvískur frá mér. Það hefur líka verið svolítið svipað þar sem ég bý rétt hjá Selfossi. Það er eitthvað vísir af strætókerfi en vandinn er kannski sá að í huga margra þá er strætókerfið fyrst og fremst hugsað fyrir ungmenni sem eru að fara í skóla eða á æfingu eða í frístundir og það er engum dettur í hug að nota strætó sjálft. Það á bara vera fyrir börn og ef það eru bara börn sem nota strætó þá verður aldrei mjög góð nýting. Þannig að kannski vantar að hugsa eins öðruvísi hvað það varðar. En svo er það ekki svolítið líka þversagnarkenndar með rafmagnsbílinn að ég hefði haldið að hann myndi henda best í dreifbílinu vegna þess að þar er erfitt að byggja upp einmitt almenningssamgöngur þar sem byggðin er dreifð og lítið íbúa og aftur á móti flestir búa kannski í einbýlishúsum þannig að það er auðvelt að setja upp hleðslustöð á meðan í Reykjavík til dæmis þar búa margir í fjölbýli. Það er eins flóknara að setja upp innviði og þar er auðveldar hins vegar að byggja upp góðar almenningssamgöngur og það er líka auðveldar að hjóla. Þannig að en við erum samt að sjá að orkuskiptin eru að ganga mest í Reykjavík. Þar eru flestir rafmagnsbílar. Þannig að er það ekki svolítið þurfum ekki að fara frekar í hina áttina, leggja áhersluna á að hafa rafmagnsbíla í dreifbíli og almenningssamgöngur og virkiferðamátar í þéttbíli. Já, í þéttbíli. Jú, ég held að það er alveg hárrétt sko en það er bara erfitt fyrir okkur að þetta náttúrulega, ef við erum að tala svona almenna flotan að stýra því, við einhvern veginn stýrum honum ekki, hann náttúrulega bara fer eins og hann fer og fólk kaupir sjálft inn en það er vissulega væri langheppilegast og auðvelt þegar að innviðir eru eins og þeir eru en það er einmitt þetta að þá er þá eitthvað óöryggi en ég held að langflestir sem eru búin að taka þetta skref og kaupa sér rafmagnsbíl að átta sig síðan bara mjög flott á því að þú veist, mjög mikið allavega heyrði ég í kringum mig að fólk vildi ekki kaupa þegar geti keyrt suður. Þú veist, þetta eru þá kannski einhverjir sem er að keyra suður annað hvert ár líka, sko. Þannig að það verður svolítið að búa til afsökun sem er ekki. Þannig að ég held að þú veist að þegar þú ert komin á þinn eigin
bíl og þú situr hann bara í hleðslu á næturnar bara eins og þú gerir við símaðinn, að þá áttar fólk sig á því að þetta sé ekkert mál. En það einmitt þetta, ef þú ert með hleðslu heima og þarft ekki að vera að pæla neitt í hraðahleðslum, þá er þetta bara mjög þægileg og góð lausn. Já, ég heyri á þig að eins og þú segir þá hafið þið ákveðið hlutverk sem Orkustofnun, þið getið prófað að hvetja til einhverja breytinga en á endanum ná svona hvatar bara ákveðið langt og á endanum er boltinn alltaf hjá stjórnvöldum ef við viljum virkilega fara lengra og ef við ætlum að þora að gera eitthvað alvöru. Gera þetta alvöru, þannig að þið náttúrulega get ekki leyst öllu. Nei, en svo finnst mér líka eitt sem maður þarf að muna, þú veist að því að maður náttúrulega heyrir mikið af svona óánægju röddum og fær alls konar yfir sig, skoðanir á hinu og þessu, að það sem ég finnst kannski ágætt til þess að halda bara haus í þessu öllu saman. Það er að, þú veist, þegar að til dæmis þú ert með einstaklingar sem ætla ekki að fá sér rafbíla því að það sé ekki hægt að endurvinna batteríin. Og þá maður hugsa bara, það er þá bara flott ef þessi hugsun er komin hjá þessum einstakling. Þessi einstaklingur er búinn að vera með rafgeymi í bíl, hann er búinn að eiga batteri í fullt af tækjum, símum, tölvum, vinnuvélum eða hverju sem er, aldrei spáð í endurvinnslu battería, fyrir núna, hann ætlar ekki að kaupa sér rafmagnsbíl út af því. Ég meina þegar var umræðan kóbaltið, ég meina ein mesta kóbaltnotkun er í olíuhreinsistöðum og það er stoppað engan sem á bensínbíl notkun á kóbalt og hvernig það var fengið. Þannig að ef að þetta er að skapa einhvers konar umhverfisvitund, þó þeir eru að nýta þetta sem afsökun, þá verður maður bara að hugsa, það er það bara jákvætt. Þeir eru þá allavega komin með þessa hugsun, bara heyrðu, að því að hún hefur ekkert verið, þú hefur bara keypt alls konar, þú hefur aldrei spáð í hvernig endurvinnslan er eða hvernig þessi vara sem varst að kaupa hvar hún endar í hringrásarhagkerfinu. Þannig að ef hún er komin inn þarna, þó hún kom inn með þessum hætti, þá verður maður eiginlega bara svona taka þann pólít og bara fagna því að þetta er það hugsunarháttur sem ég vil, þó að hann sé að nýta það ekki í tilgangnum sem að ég er kannski að tala fyrir. Þannig að maður verður einhvern veginn svona til að missa ekki jákvæðnina, þá verður maður einhvern veginn að taka þannig, maður fær alveg í matabúðunum hitt og þessar spurningar og þá verður maður bara að hugsa þetta svoleiðis. Ég held þetta sé oft notað sem afsökunni minn til að vilja ekki rafmagnsbíla, en ég held að sé ekki alvöru áhugi á umhverfismálum á bakvið það, vegna þess að olía sem þú brennur í bílnum þínum, hún verður aldrei endurnunnin, og þú átt eftir að brenna 20.000 lítra af olíu á tímabil sem að bílinn lifir, þannig að það er ekki mikil endurvinnsla þar. Það er engin og þess vegna er alveg augljóst að það bara eftir 1 ár í keyrslu þá bara skiptir ekki máli kolefnissporið við framleiðslu bílsins af því að þú brennur svo miklu olíu við aksturinn þannig að þú veist að þau rök náttúrulega standast enga skoðun en maður verður þá bara að hugsa þetta samt einhvern veginn svoleiðis og maður hefur líka þú veist eins og bara bændasamfélagið, þú veist ég vona svolítið til að matvælaráðherra eða þeir sem og bændasamtökin verði háværir í hvað varðar styrki til orkuskipta því að eins og þeir voru að benda á núna þú veist að það voru margir sem settu inn lógó hjá sér þú veist engin matur engin bóndi, engin matur af því að það séu þeir sem eru að framleiða matinn og passa að þessi fæðuöryggi en það er bara rosa sorgleg staða á Íslandi að setningin engin olía, engin bóndi er líka sönn. Þú veist, það er engin bóndi eða matvælaframleiðandi á Íslandi sem að getur framleitt á þess að nota olíu í dag. Og ef hann getur framleitt þá fer flutningurinn á matvælum fram með olíu. Þannig að við erum 100% háð öðrum löndum um fæðu, bæði framboð og flutningu fæðu og framleiðslu fæðu. Þannig að við erum ekki sjálfbær og við erum ekki við erum mjög langt frá fæðuöryggi og meiri segja olíubirgðirnar okkar eru ekki miklar þannig að þú veist ef við lendum í einhverju eða kemur ástand í heiminum sem að fólk var bara ekkert að hugsa fyrir núna ástand eru með þessi stríð og annað og COVID og annað, það kemur ástand þar sem ekki er hægt að flytja fæðu til landsins þá er örugglega ekki bara eina sem hægt er að flytja til landsins er olía, það er mjög ólíklegt að þær aðstæður komi upp að við fáum pottet olíun okkar en ekki matinn. Þannig að við verðum einhvern veginn bara, og ég held að sé líka bara fyrir rekstur bænda og bændasamfélagsins eða bara matvælaframleiðanda að vera á íslenskri sjálfbæri orku, vera sjálfum sér nægur og þá aukir það náttúrulega bara hagsæld í efnahagskerfinu hjá okkur og varan verður betri þannig að þú veist að mér finnst við of kærulaus með að vera ennþá svona háð í þessum geira olíunni af því að það er bara
og ég meina allar fiskveiðar og allt eru ennþá 100% háðar olíu, þannig að við erum rosa háð öðrum löndum með við það líf sem við erum búin að skapa okkur hérna, sko. Já, Þannig ég er að sammála því. Ég held við séum alltaf kærulaus með alltaf þetta, sko. kærulaus með þetta, sko. Þú veist að ef að fólk hefur ekki áhuga á umhverfismálum eða loftslagsmálum, bara ókei, bara þá hugsa þetta þá frekar út frá bara hagsæld og bara alveg svo þegar við fórum í hitaveituvæðinguna, það var mikið gæfuspor fyrir efnahagskerfi landsins og að við séum ekki að hita upp húsin okkar með olíu. Við erum mjög heppin þegar Úkraínustríðið og olíuverð hækkaði og allt þetta fór í bál og brand hérna í Evrópu, að við vorum ekki háð olíu eða gasi fyrir að hita húsin okkar. Þannig að ég held að bara, þú veist, að við að vera komin lengra í orkuskiptum í bara fæðuframleiðslu og ferðamátum hérna á Íslandi, þú veist, því betur verðum við stödd til að taka á því þegar að því kemur að olíuverð rýkur upp úr öllu valdi eða, þú veist, verður skortur á því eða hvað sem gerist eða gerist ekki, en við erum þá allavega ekki alltaf að bregðast við eftir á. Við erum í skjóli. Já, og við séum þá bara sjálfum okkur næg og getum stólað okkar eigin innviði og svoleiðis. Þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt fyrir landið að átta sig á þeim hluta líka sem að ég held að sé alveg 100% öll pólitísk sáttum. Þú veist, það vilja náttúrulega allir þetta. Þannig að ef við getum bara sammælst það að þess vegna þurfum við að þá held ég að það gangi mun hraðar, af því að svona pólitíkin stoppar oft af því að við erum náttúrulega með svolítið skammtíma hugsun, finnst mér, að það er alltaf bara fram að næstu kosningum eða flokkur vill ekki taka erfiða ákvörðun út af lækkun á fylgi eða eitthvað slíkt, skilurðu. Þannig að við erum alltaf að díla líka við pólitíkina í öllum sem er bara eðlilegt, sko, en svona skammtíma hugsun hefur slæma afleiðingar ef að við ætlum alltaf bara að redda öllu seinna. Það gengur ekki í þessum málum, við erum alveg búin að sjá það. Akkúrat. Eyrún Ingi, ég ætla ekki að taka mikið meiri tíma frá þér, þú hefur örugglega eitthvað annað að gera líka, en bara kannski ein spurning að lokum. Því þessi vefsíða ykkar er með flott með alls konar tölfræði og upplýsingar orkuskipti í samgöngum, í landsamgöngum, bílar, sendibílar og svo framvegis, en það er ekki mikið orkuskipti í millilandasamgöngum eins og í skipaflutningum eða loftsamgöngum. Er þetta ekki eitthvað sem þið eru að skoða eða hvernig er það? Jú, það er, ef þú ferð til dæmis inn á sko, við náttúrulega erum aðalega innblín á það sem að við berum ábyrgð á, sem er á beinni ábyrgð Íslands. Þannig að það er kannski stærsti hluturinn á millilandaflug og annað er ekki inn í tölunum. Einfaldlega þetta eru töluna sem við erum að vinna sem stjórnvöld setja okkur og þá er það þessi beina ábyrgð Íslands. En ef þú ferð inn á bara Orkustofnun, því að hún er líka, ég sé líka þá síðu sem er bara orkustofnun.is og þar erum við með á forsíðunni til dæmis svona tölfræði og getur ýtt á rafvæðing. Og þar erum við með, reyndar flugið ekki þar, en þar sést til dæmis mjög skemmtilegt, þú veist, nýskráningarnar og fleira, og eldsneytistölurnar eru ný tölfræði sem við erum að koma með bara næstu dögum, og þá munum við minni að sé flugið og annað inn í því, þannig að þá náum við lengra inn í, þú veist, ef við skoðum þetta út frá eldsneytistölum, af því að þar kemur flugvél á bensínið og það allt saman inn. Þannig að þá kemur svona víðara, en það sem við höfum á Orkusetur hefur svona einblínt að er þessi beina ábyrgð Íslands og það er þannig aðal ástæðan. Já. En er þetta ekki eitthvað sem að stjórnvöld þurfa að endurskoða, vegna þess að ef við erum bara að horfa á þessar landsamgöngur og erum að kannski að draga smátt og smátt úr olíunotkun þar ég veit ekki, segjum 2% á ári, en á sama tíma er flugið að aukast 5% á ári, þá erum við náttúrulega ekki að, eða jafnvel, staðan getur jafnvel verið að versna þess vegna. Olíuinnflutningur er alltaf að aukast, en að því við erum bara að horfa á landsamgöngur, þá finnst okkur eins og við séum að rosalega dugleg. Já, þetta er svo sem skipt alveg í tvennt, sko. Þú veist, það er tölfræði fyrir það sem er á beinni ábyrgð og svo það sem er ekki á beinni ábyrgð, þannig við höldum þessu aðskildu. Já. En ef við hugsum þetta bara út frá actual menguninni, þá er það alveg rétt hjá þér að það er dálítið kaldhæðnislegt að
það aukist kannski verulega flugferðir eða eitthvað en við erum að ná að draga úr hér en það bara eykst mengun annars staðar og mér hefur sem fundist líka í sambandi við ferðaiðnaðinn að þeir eru að tala að fá aukna ferðamenn og rafbíla fyrir ferðamenn, þeir þurfa allir að fljúga hingað eða langflestir. Þannig að þú veist, við erum líka alveg pæli í, þú veist, og bara eins og með skemmtiferðaskipin og annað, þú veist, bara hvað stöndum við hvað þetta varðar, þú veist, þetta það sem viljum við aukna og ég veit að ferðamannaiðnaðurinn vill það auðvitað, en þú veist, hvenær erum við komin á ákveðnum þolmörkum þar, þú veist, hvenær bara uppselt til Íslands, af hverju ekki umhverfismatið og það að byggja almennilegt umhverfismatið og það byggja nýtt hótel, þú veist, viljum við auka gistiplásin, þú veist, viljum við ekki bara að það sé þá bara, ef þú ætlar á annan borð til Íslands, þetta svona sérstakur áfangastæður og ef það bara uppselt, þá mjög líklegt að ef þú ætlar á annan borð þá ferðu bara næst þegar þú kemst, myndi ég halda sko, en ég svo eins og ég heyri og fæ örugglega gagnrýni fyrir ekki inn í ferðamannaiðnaðinn þannig, en mér fundist við kannski bara rosa mikið að byggja upp ferðamannaiðnaðinn eins og við getum alltaf tekið við. Við eigum erfitt að setja okkur takmörk. Já, mér finnst það sko. Það ákveðið tabú, það má ekki ræða það sko. Má ekki ræða það og sérstaklega fyrir einhverjum árum síðan að þú veist að þegar var umræðan að taka gjald fyrir svona skoðunargjald þegar fólk kemur í landi eins og í mörgum öðrum landum, þú veist og þú veist, ég þekki einn sem var að vinna á Filippseyjum og þó var að vinna þarna, þú veist, hann alltaf að borga sér túristagjaldið að því að maður bara kom í vinnuna og þetta var ekkert há upphæð en þá fór þetta bara síðan í innviðina og við höfum aldrei getað sett þetta á hjá okkur og það er alltaf þessi hræðsla við það að við séum að missa það á eða eitthvað og við viljum auka og en svo er ekki til peningur til að halda í við innviðina eða göngustígana og salaðaðstöðuna og alls konar. Þannig að mér finnst þið svona, við erum alltaf pínu hrædd við þá umræðu og þegar við erum að tala um að það sé svo nauðsynlegt að fá aukinn túrisma en svo kemur í ljós að mjög stór hluti af þessi vinna í ferðamannaiðnaðinum, þeir vinna tímabundið, þeir koma til Íslands yfir sumarið, erlendi starfsmenn og fara svo aftur. Það er ekki endilega störf fyrir þá sem búa og ég er ekki þá með einhverja fordóma fyrir því, það má bara vel koma fólk hér og vinna og fara aftur, þetta er allan heim þessum fara að vinna við uppskerur í einu landi og svo framvegis, en mér finnst bara vinkillinn með það að því ég veit að í ferðamannaiðnaðinum hefur verið vesen til dæmis í septembermánuði þegar ferðamannaiðnaðurinn er ennþá fullu en nemendur sem voru að vinna þarna eru allir komin aftur í skólan, þú veist þannig að við þurfum alveg að þora að tala um þetta svona heilsteypt og ákveða hvort það sé kannski bara uppselt og hvort við getum komið jafnvægi á þetta en það er lítið stemming fyrir því og ég svo sem hef ekkert með það að gera þannig að það er enginn að æsa sig ef að ég með þessar pælingar og ég hef engum það ráðið sko en þetta er bara svona pælingar hjá okkur. Ég hef aldrei skilið þetta með þessi hugmyndum að við þurfum að skapa fleiri störf vegna þess að ég hef skilið það svona 2009 þegar það var mikið atvinnuleysi eftir hrunið að menn vildu skapa störf en núna eru hvort sem langflestir með vinnu, atvinnuleysi hefur verið í lágmarki í mörg ár þannig að það er engin þörf á að skapa fleiri störf þá nema þá þurfum við að flytja inn meira vinnuafl. Og það er raunin það sem hefur verið bara í byggingageiranum og ferðamannageiranum lengi að þú ert að skapa þarna störf en annarkvort þá fæst ekki fólk í þessi störf og þess vegna þarf það ná eða þá að það er ekki nóg margir af því að á þessum stað kannski landið eða eitthvað þannig að þú veist að það að ferðamennarinn skapi störf svo umræða er ekki alltaf alveg réttlátt umhverfisáhrifin af ferðamannaiðnaðinum með því að allar þessar flugferðir og allar þessar túrista og keyrslu landið og þannig hefur ekki mátt sko snert á með töng finnst mér en mætti alveg líka tala sko. En það er viðkvæmt. En Rungi, takk fyrir að koma til mín eða hitta mig Já, já, takk sem leiðis bara. Og það var gaman að spjalla við þig og gangið þér vel í þínu starfi og ég vona að hlustendur hafi haft gaman á þessu og við kannski sjáumst seinna. Já, endilega. Takk fyrir mig.